Velkomin til landsins. Takk fyrir það. Hvernig leggjast næstu dagar í þig? Bara ljómandi vel. Það er bara að vinna. Við höfum vitað 3 daga heima, 5. fyrsta laugardags að æfa og gera hlutina saman. Og þetta svona hálfnað, þetta verkefni þessi vika. Og þessi dagar bara leggjast vel í mig. Ertu með meiri hausverk eftir Noregsleikina heldur þú átti kannski von á eða? Nei, alls ekki. Ég fór hvorki með hausverk í þá leikin ég úr þeim. En myndi ég segja skýrari og þannig að maður hefur eitthvað efni við það er gott, maður hefur efni til þess að vinna á og það munum við gera. Hvað ertu að fara að leggja áherslu á næstu æfingum hér heima? Sko, ég held að því alveg ljóst að við þurfum að vinna í varnarleiknum og það munum við gera. Við munum að bæta hann, fá svona einfaldari reglur, vinna pústa leikmennum saman. Aron Pálmar er komin núna inn og hann var ekki með okkur í Noregi. Hann er auðvitað öflugur varnarmaður og getur klárlega að spila tvistinn vel og þannig að við drögum hann inn og fáum hann inn í það, Guðjón Valur sömuleiðis. Þannig að við bara reynum að bæta almennt leik okkar öllu sviðum. Þú fórst með, eins og segi, Guðjón Valur ekki með út í Noregi, þú fórst með 2 vinstri hornamenn. Þú hefur kannski fylgst með fjölmiðlafárinu sem var fyrir EM þegar hvor þessara hornamaður ætti að vera. Hvernig líst þér á þessa 2 hornamenn? Þetta eru bara hvort ekki frábæra leikmenn. Það er bara sýnt á að sanna. Sjálfur hefur fylgst með þeim í Búndeslíkunni og drengi með mikla hæfileika og svona við erum báðir hávaxnir. Báðir geta leyst ákveðin hlutverk í vörn sem geta nýst okkur mjög vel. Þannig að einfaldlega mjög öflugir. Annað hvort eru að nálgast fyrirlegan í getu það? Já, sko, þeir eru bara mjög góðir. Guðjón Valur er þetta frábær og Guðjón Valur hefur gríðarlega margt en þeir hafa líka margt. Þú ert að æfa hérna í Víkinni, ástæðan fyrir því? Nei, ég tek bara því sem að mér er rétt. Ég er ekki með neina kröfur hvar ég æfi. Það er ekki eins og ég ætla að fara að heimta það æfa ég var semilinu eða eitthvað þess að bara gott að æfa í Víkinni, engin spurning. Hér hef ég áðuræft og þegar ég þjálfaði unglingalandslið fyrir nokkrum árum og þá vorum við mikið hér og bara gott hús. Guðjón Valur talaði það síðast þegar landsliðið æfði hérna heima að þeir var að fengi höllina allt og lítið. Finnst þér það ókostur sjálfum? Þetta er best að æfa sem mest í því húsi sem tilstendur að spila í og það er þetta alveg klart mál að ef við erum að spila múti Portugal í höllinni þá þurfum við að æfa í höllinni, það er þetta bara best og það er alveg hárrétt hjá Guðjóni Val að íslenska landsliðinu vantar í rauninni sinn heimavöll. Hann er Laugardalsvöllur en aðgengið að höllinni fyrir landsliðin allt og lítið og þetta er ná að vera búið að koma í lag fyrir lifandi slöngu. En þetta liggur ekki því meira gengur í að HSI er það yfirvöld og það er Reykjavíkurborg og annað og í ljósið bara hvað landsliðið er búið að vera að gera á síðustu áratugum þá bara er það ekki spurning að það er að leysa það. Þá vorum við kannski komin út í pólitík og þú vilt helst ekki vera þar? Nei, allavega ekki þessa vikuna sko. Nú er bara fókusin annars staðar en það þarf að íta á það og ef það er pólitík sem þarf að gera varðandi aðgengi okkar að æfingastöð þá bara förum við það. Í Víkinni, eins og við vorum nefnilega, hvenær spilaði þú leikina í Víkinni síðast? Ég sjálfur persónulega? Já. Sko síðasti leikur sem ég man eftir sem leikmaður, þá held ég, sko það er 1993, ég náttúrulega fór út, svo kom ég heima en ég veist að ég hef nú bara að segja, ég man ekki sko að Víkingur var í eftir til þá, eða hvort það var farnir niður eða hvað, en jú, væntanlega hef ég ekki spilað þá. En ég átti þetta mjög góð minning, ákveð myndi með Valencia frá Spáni. Já. Og þá spiluðu við hérna í Árvíkjum út í Víking 93. Ég man vel eftir þeim leik. Og sérstaklega þinni? Já, sérstaklega líka því að ég lendi því að hluta af farflugum kom ekki og ég fekk ekki skóna mín. Já, ok. Já, og ég þannig þetta spila ykkur um allt eru skóm en það reddaðist það saman. Ok. Takk fyrir þetta, kom ekki. Takk.